Við erum að ræða háskólann og tilefnið náttúrulega rektorskjör sem fer fram og við svona nýtum tækifærið á að ræða háskólann og hlutverk hans í samfélaginu og hvernig hann stendur með því að fá hingað hvernig við öðrum þau sem að hafa boðið sér fram til rektorskjörs og nú komin tími á Silju Báru Ómarsdóttur, prófessor í stjórnmálafræði. Velkomin. Já, sæll, takk fyrir boðið. Háskólinn á svona tímamótum, myndirðu segja að það væri eitthvað svona afgerandi mál sem að ætti að leggja áherslu á? Ég held að háskólar séu á tímamótum. Við erum auðvitað á bara svo miklum breytingatímum og það snertir gervigreind, það snertir umhverfismál, það snertir falsfréttir og svona þessar tilraunir sem verið að gera bara mjög víða að grafa undan þekkingu, grafa undan ákveðnum vísindagreinum, banna rannsóknir sem að snerta á ýmsum hugtökum og nota þau. Þannig já, ég held að það sé mikilvægt að við horfum á háskóla sem bara mikilvægar stofnanir í samfélaginu og Háskóli Íslands kannski sérstaklega sem elsti og stærsti háskólinn á Íslandi hefur ákveðna sérstöðu. Við erum með breiðasta námsframboðið, við erum með mestu rannsóknirnar og við erum með kannski mestu tenginguna bara við allt samfélagið vegna þessa. Fólk út allt í samfélaginu með sína menntun þaðan og háskólinn nýtur mikilla virðingar. Og ég held að það sé eitthvað sem bara mjög mikilvægt að efla og varðveita og tryggja það að skólinn sé ekki útsettur fyrir óvönduðum árásum og stóra málið þetta bara líka að Háskóli Íslands og háskólastigið á Íslandi í raun og veru vanfjármagnað og til þess að bregðast við öllum þessum vandamálum að þá þarf að auka fjármagn til hans. Byrjum á upplýsingaóreiðinni og þú ert eiginlega að vísa til svona ástand sem mest áberandi í Bandaríkjunum, þess að þú þekkir ágætlega til. Já. Það þannig að það sem verið að grafa undan háskólanum og svona náttúrulega bara í almennu umræðu að svona vefengja það sem að þaðan kemur. Það lagt í jafns við bara það sem einhver annar heldur og einhverleira. Það þannig að sú þróun muni koma til Íslands eða hún komin til Íslands? Hún komin til Íslands en kannski ekki komin jafn djúpt inn í umræðu háskóla. Þessar hugmyndir sem við erum að sjá núna, við sjáum auðvitað viðnám við eins og var andstaða við bólusetningar, andstaða við umræðu loftslagsbreytingar og svona það að eins og svona frægt kvót frá Bandaríkjunum einmitt að mín skoðun jafn verðmæt og þín þekking og þetta eitthvað sem að við sjáum í háskólum og í samfélögum víðum heim og það hlutverk háskóla einmitt að halda á lofti gagnreyndri þekkingu. Og kannski meira það að þótt að þú klæðir þína skoðun inn í einhverja þekkingu, Silja, þá það bara þín skoðun sem þú halda fram og það sem kemur út úr háskólanum bara skoðun einhverja afvegaleitra einstaklinga sem að reyna að fara með samfélag okkar út í móa. Já, það er þetta viðnám og það auðvitað þá okkar sem háskólan samfélags að takast á við slíkt og við notum okkar vísindalegu leiðir til þess að við setjum okkar rannsóknir og þekkingu í hendur annara og fáum gagnrýni á þær áður að fara í birtingu og við förum út í samfélagið með umræðu sem byggir á þeim rannsóknum og þeirri þekkingu frekar heldur en að það sé einhver sem að horfi á hálftíma á YouTube og telur sig hafa sambærilega þekkingu eða skoðun sem hefur sambærilegt vægi. Þannig að það mikilvægt að halda á lofti umræðu sem að byggir á rannsóknum, vísindum, þekkingu og það er ábyrgða hlutverk háskóla að setja það fram en það hefur bara öll vísindamiðlun auðvitað komin á allt annan stað í dag heldur hún var fyrir bara örfáum árum og hvað þá við förum einhver ár og 20 eftir í tíma þar sem að fólk kannski skrifaði mest fyrir sjálft sig og sitt þrönga fræðasamfélaga. Nú erum við að setja fram, það eru
það eru gerð myndbönd upp úr rannsóknum, jafnvel teiknimyndir til að útskýra hvernig hugmyndir eru að þróast og hvernig við getum lagt mat á þær upplýsingar sem okkur mæta. Þannig að þetta er allt saman bara hlutir sem að krefjast þess að við sem háskóli séum störfum að breiðari grundvelli og séum í enn meira samtali við samfélagið vegna þess að það er svo gríðarlega mikið upplýsingaflæði að það er erfitt að greina á milli að þú ert ekki þeim mun betur í tengingu við það hvaðan upplýsingarna koma. Við ræðum þetta stundum hérna við rauðaborðið. Ég get ekki svona eitt dæmi sem að fjallar stundum þetta held ég sem þú ert að segja. Ég spyr sagnfræðingana, þið eru alltaf að rannsaka hitt og þetta og endum með Íslandssögun og endum með 19. öldrun og 18. öldrun og 17. öldrun stöðu kvenna og allt þetta og svona hverjir eru átökin í sögunni. En bara því miður þá hefur þetta bara engin áhrif á almenna umræðu í samfélaginu. Við erum í stjórnmálum, erum við meira og minna, er grunnurinn undir þeirri umræðu er bara Íslands eða Jóns Aðals og hefur engin átt. Og þá segja sagnfræðingar stundum, við bara göngum frá okkar. Þá er því að þú ert eiginlega að segja að það sé hlutverk háskólans að tryggja það að það sem kemur út úr honum ná inn í almenna umræðu og geti orðið á grunnur undir bara heilbrigða umræðu í lýðræðislegu samfélagi. Já, ég tel að það sé mjög mikilvægt og það er eitthvað sem við líka þurfum að vera þá í samtali við öll námstig af því að auðvitað er eðlilegt, það er ekki allir sem að fara í langskólanám í sagnfræði og kunna að greina þær breytingar og ólíkar túlkanir á sögun okkar. Þannig að það er ábyrgð þá þeirra sem hafa þessa nýjustu þekkingu á að miðla henni og það gerum við í gegnum alls konar hluti, allt frá vísindavefi, við erum með vísindavefin þar sem er svarað á einfaldan hátt spurningum sem að almenningur hefur og við gerum það í gegnum þáttöku í almennri opinberri umræðu, eitthvað sem ég hef lagt gríðarlega mikla áherslu á að það væri auðveldara og ég myndi örugglega ná að skrifa meira sjálf og birta sem er fjárhagslegur hvati fyrir mig ef ég væri ekki alltaf að taka fjölmiðlaviðtöl en ég tel það vera bara, hluta mínu starfi að vera í samtali við samfélagið og það er eitthvað sem ég myndi vilja sjá en fleiri starfsmenn háskólans gera vegna þess að hvort sem það er kannski við tökum 2 deildir sem eru kannski mikilvægastar eða svona hafa verið mest áberandi, þá held ég að séu jarðvísindadeild og stjórnmálafræðideild svona sem að eru hvað mest að bregðast við því ástandi sem við erum í núna síðan auðvitað voru það líka læknavísindin og lýðheilsan og hjúkrunarfræðin sem að voru til dæmis í COVID. Afbrotafræðin, já, einmitt og ég er ekki að segja að ákveð fólk sé ekki duglegt en að segja svona ákveðin svið eru kannski eðlilega oft kölluð meira til en eins og þú ert að nefna dæmi með sagnfræðina þetta er kannski að því að fólk hugsa sagnfræði sem eitthvað gerist í fortíðinni en sagnfræðin er mjög mikilvægt viðfangsefni og mjög mikilvæg greiningaraðferð á samtíman. Við þurfum alltaf að endurfæða söguna. Já, og við sjáum það til dæmis aftur og við erum búin að nefna Bandaríkin að Timothy Snyder, sagnfræðingur sem að er fremstur í að greina og skilja stríðið í Úkraínu vegna þess að hann er sagnfræðingur og hann hefur skilning á sögu Úkraínu, skilning á sögu Sovétríkjanna, hann les þessi tungumál og hann kann sögu einræðisherra og alræðishyggju. Þannig að hann getur talað þetta í allt öðru samhengi heldur en kannski einhver sem er að horfa bara á nútíman. Og er alþýðufræðari og sætti sig við það sem að sumir sagnfræðingar kannski sætta sig ekki við að það er að draga upp svona stóran söguþráðinn í söguna sem að sumum sagnfræðingu kannski þeir óttast að gera það vegna þess að það er svo mikil einföldun í því en það er líka ástæðan fyrir því að Íslandssaga Jóns Aðals lifir ennþá, hún er svo frábæran söguþráð. Já, einmitt. Þannig að það vantar oft litla hverið sem að gæti verið hverju sagan okkar. Þannig en hvernig getur háskólinn gert þetta? Af því að hann hefur náttúrulega að sumiliti nær hann ekkert lengra heldur en bara að lóða mörgum. Já og nei, ég er kannski ekki alveg sammála, ég held að háskólinn sé einmitt út allt land og út allt í samfélaginu vegna þess að okkar stúdentar auðvitað eru inn í skólastofunum að fara með það sem að þau eru að lesa heim til sín og í fjölskylduboðin og allt það, þannig að háskólinn er miklu stærri heldur en bara þessar lóðir sem eru ennþá á víð og dreif svo sem borgina og síðan auðvitað háskólasetrun okkar sem eru líka víð land. Jú, en það er ekki nóg að mennta einstaklega. Ég má taka dæmi að við vorum að nefna bara helgina
að okkur ríkisútvarpið alltaf að kalla fyrir hagfræðinga, menntahagfræðinga úr greiningardeildum bankana. Það kallar ég aldrei til fólk úr háskólunum sem ætti að vera á hlutlausu svæði og við vitum það öll að greiningardeildirnar ekki hlutlausar. Og það fólk sem að vinnur inn í bara harðsvíruðum businessstofnunum sem að segja okkur hvernig efnahorfur eru. Auðvitað getur við ráð fyrir því að þetta sé ekki óheiðalegt fólk, en þetta bara annarlegt setup að ríkisútvarpið skuli gera þetta aftur og aftur. Þannig að mörgu leyti þannig líka svona, ég segi ekki árás, þannig verið að flytja inn hugmyndinum hvaðan þekking sprottin. Við sjáum allt sem að viðskiptaráð sendir frá sér sem að mikið stjórna dagskrárvaldinu á Íslandi. Það ekki byggt á svona háskólarannsóknum. Það bara byggt á okkur þingtöngum sem eru reknar af ríkustu fólki í heimi. Já, og þetta auðvitað, þarna kemur einmitt þekkingavaldið, það liggur við það og eins og ég nefndi áðan líka, það eru ákveðni hvatar inn í starfi háskóla kennara sem eru að það borgar sig fyrir okkur, við getum hækkað launin okkar fyrst og fremst með því að birta ritrýndar rannsóknir. Það að taka þátt í opinberu umræðu, að það tekur tíma frá þeim og það gefur þér ekki hækkun á launaflokkum, það ekki metið eins. Við erum með ákveðna hluti sem við getum lagt áherslu og það eitthvað sem að ég hef sjálf lagt áherslu á það að virða það samfélagshlutverk og reyna að skjóta mér ekki undan þegar ég beðin nema ég sé bara í burtu eða eitthvað þess og þar eða hafa ekki þekkingu á þeim efnum sem ég beðin að koma og tala við. En ég get alveg skilið að sumir kollega mínir segi, þú veist, heyrðu, ég ætla að forgangsraða þessu og þá kannski kemur það, getum við sett þetta hlutverk ofar í verkefni háskólakennara að þeir fái meiri viðurkenningu og kannski líka að við venjum fólk við og þjálfum það í að miðla sinni þekkingu vegna þess að háskólakennarar eru ennþá eina stéttin sem bara hreinlega ekki þjálfuð í sínu námi í að kenna og hvað þá að koma fram opinberlega. Þannig að það eitthvað sem að við þurfum öll að læra og taka þátt í og ég nefndi áðan Vísindavefinn sem bara frábært tæki en hann kannski þyrfti að vera meira eins og YouTube-rás í dag til þess að ná til unglinga, til þess að ná til fólk sem að frekar að neyta upplýsinga á hlaupum heldur en að setjast niður og lesa og ígrunda. Þannig að það þarf líka að hugsa bara hvernig við miðlum efni og háskólinn að gera þetta. Við erum með batteri inn í flestum deildum og sviðum núna sem að hugsa hvernig við getum tekið rannsóknir, styrkina sem við erum að fá, birtingana sem við erum að sinna og settar í svona myndrænna og hljóðrænni búning. Og það svo sem hefð fyrir svo Íslandi eins og Páll Skúlason vitna oft til og var ríkt í heimsbyggingunum líka í samskiptum ríkisútvarpsins og háskólans þar sem að fólk var að koma með svona alþjóðfræðslu sem var hluti af því að vera háskólaprófessor í litlu samfélagi. Já. En þú nefndir áðan að háskóla væri fjársveltur, við þekkjum öll umræðina vanfjármagnaða svona grunnkerfi samfélagsins og innviða skuld sem við eigum. Og innviðaskuldin á við háskólan. Já, það á við háskólan. Já. Og hvernig getur þú útskýrt það fyrir mér? Já, háskólinn hefur verið vanfjármagnaður bara árabil og það núna sennilega svona 40% vanfjármögnun á háskólastiginu. Eitt af því sem var gert á síðasta kjörtímabili var að búa til samkeppnissjóð. Það voru 2 milljarðar teknir meira og minna út úr háskólastiginu og háskólarnir látnir keppa það fé með því búið til samstarfsverkefni. Ráður hann kynnti þetta sem betri nýtingu á fé? Já, ég ósammála þar. Þetta, engan sem að ég vinn með vantarverkefni. Við þurfum ekki að taka tíma út úr okkar umfangsmiklu störfum til þess að búa til verkefni sem við síðan sækjum á mjög óljósum forsendum vegna þess að matið á þessum verkefnum líka allt annað heldur en þegar við erum að sækjum í rannsóknarstyrki þar sem að við vitum að við erum að setja í hendurnar á fræðafólki sem við fáum faglegt mat. Við getum verið ósammála því mati en það er ljóst á hverju það byggir. Þannig ég myndi fyrst og fremst vilja byrja á því að fá þetta fé bara aftur inn þannig að við getum deilt því niður í háskólanum eftir hvernig við metum að það ætti að vera gert og hins vegar það sem að stjórnvöld hafa verið að endurgreiða skatt til fyrirtækja sem að sinna þá hagnýtum rannsóknum fyrst og fremst og líta á það sem framlag til rannsókna og þróunar. Það eru margir milljarðar, ég held að það er 17 milljarðar. Já, og það aftur á mjög óljósum forsendum, hvernig matið þú sækir þetta og það er bara, ég vil ekki segja hver einasti, en svona bara miklu hærra árangurshlutfall í styrkjum sem að ég að
sækjum að það var kannski 14% árangurshlutfall. En við erum að verja umtalsverðum tíma í að búa til alvöru rannsóknarverkefni sem að við viljum láta styrkja og 14-15%, 1 af hverjum 6 það bil, fær styrk. En í þessu kannski 80-90% árangurshlutfall. Þannig að það verður að... OECD hefur gagnrýnt að þetta kerfið legur. Já, það með efasemdir að það sé nógu mikið aðhald. Og sem betur fer að þá nú í þessum hagræðingartillögum að þá nú verið að tala, sem kom út núna bara nýlega, að þá verið að tala einmitt að endurskoða þetta og þetta fyrir sem ég myndi vilja sjá beina til háskólans. En síðan auðvitað líka það hvernig við erum að fjármagna. Við erum með svokallað reiknilíkan sem að setur fyrir til skólans og síðan deililíkan inn í skólanum sem úthlutar peningunum á ákveðin hátt til deilda og sviða og það byggir þá oftast á, þetta byggir á sko, hver fjöldi stúdenta, hversu margar einingar eru þeir að taka og þar fram til göttunum. Og við annar staðar að þá bara fjármögnun, grunnfjármögnun á ákveðnum námsbrautum sem að við erum sammála að við eigum að kenna og þá það deildana eða sviðana að taka ákvarðanir það hvort að þau geti tekið á móti eins og við erum vön víðast hvar í háskólanum að taka á móti ótilgreindum fjölda. Í minni deild höfum við alveg vanist því að við erum 1 ári með 30 nemendur og svo erum við með kannski 80 það næsta. Þetta kallar á mikinn sveigjanleika og miklu meiri vinnu í raun og veru af hálfu starfsfólks að því að það maður skipulegur námskeið allt öðruvísi ef maður með 30 nemendur heldur en 80 þannig að við þurfum alltaf að vera á tánum að horfa á þennan fjölda. Í Noregi og Danmörku þá þegar að grunnfjármögnunin svona þá geta deildir sagt að með þetta fé þá getum við tekið á móti 40 nemendum. Svo stundum fáum 40, stundum fáum eins fleiri þá kannski þarf að velja inn og þetta gert á ólíkan hátt í sálfræði, lögfræði læknisfræði svo dæmi séu tekin sumstar inntökupróf, sumstar próf í lok fyrsta misseris, það sem nokkurn veginn bara verið að ganga út frá þessu. Þannig að við þurfum líka bara að vera tilbúin til að tala ólíkar leiðir til að fjármagna háskóla og ég til okkur búa vel að því að vera opinber háskóli við þurfum ekki að óttast að fénu fylgi kvaðir að við eigum að rannsaka ákveðna hluti og ekki aðra eins og bandaríska háskóla standa frammi fyrir einmitt. Sem að haustjættin ægilega áorðið háskóla Já, hefur raun og verið gert lengi þetta bara verða meira áberandi og háskólar í Bandaríkjunum verður miklu leyti þessi stærstu margir hverjir orðnir fjárfestingastofnanir sem að leiði síðan til þess að þeir eru að neita til dæmis að bregðast við kröfum stúdenta hvað varðar stríðið á Gaza vegna þess að þau eru með fjárfestingar í ísraelskum fyrirtækjum og jafnvel í vopnaframleiðendum sem að myndu þá refsa þeim eða að lækkun á verðbréfum í þannig fyrirtækjum myndi kosta skólana einhverja hluti. Þannig að þetta eitthvað sem að við þurfum bara að vera mjög vakandi fyrir og við klárum ekki alveg þarna eitt punkt áðan sem var þurfum við að óttast að þessi straumar berist til Íslands og þetta bara eins og við sjáum núna transhattur viðnám við breytingu sem voru á þungunarrofslöggjöf fyrir 5-6 árum þetta eru hugmyndir sem eru fluttar út frá Bandaríkjunum þannig að já, við þurfum að vera vakandi fyrir því að þessir hlutir séu að koma til landsins og háskólinn í Helsinki var núna nýlega bara að tilkynna til dæmis að hann myndi ekki hlýða kalli bandarískra stofnana að fjarlægja ákveðin orð úr sínum auglýsingum rannsóknarstyrki til þess að geta viðhaldið samstarfi við Bandaríkin og sagði akademist frelsi mikilvægara heldur en samstarf við þó þessi stórt ríki sem fjármagnar mikið af rannsóknum að þá getum við ekki sætt okkur við að skerða möguleika okkar starfsfólks á því að rannsaka þessa hluti. Þú nefndir 2 dæmi það sem eru eiginlega hápólitísk dæmi sjóðinn, 2 milljarða sjóðinn. Á bakvið hann var augljóslega þannig að svona vantraust á að háskólasamfélagið sjálft gæti ratað réttar leið. Það við þyrftum að hafa venjulegt fólki í ráðuneytinu sem að gæti leitt ykkur af því að þið myndu bara sóa peningum og fara að rannsaka ykkur vitleysu sem að samfélagið þarf ekkert á að halda. Hinum megin var síðan að það sem hefur verið að loka opinberum rannsóknarsjóðum og kannski draga úr framlögum allavega hlutfallslega til svona grunnrannsókna en hugmyndin sú að það sé miklu
betra að rannsóknir og þróun eigi sér stað í einkafyrirtækinu því að þau velja alltaf réttu verkefnin sem eru þjóðhagslega hagkvæm. En þetta náttúrulega bara pólitík sem að við búum við. Telur þú að háskólinn eigi að vera einhvern veginn ákafari í því að bara beita sér pólitískt gegn þessum sjónarmiðum? Ég held að við þurfum að stíga inn í þessi samtöl og við erum með sérfræðingar sem geta stíða inn í þessi samtöl. Það bæði auðvitað rektorseiga samtöl við stjórnvöld, en það líka okkar sérfræðinga að stíga fram og sýna fram að sko, rannsóknir hafa verið rannsakaðar og við vitum alveg að það að fara eingöngu í hagnýtar rannsóknir, það grefur undan hagnýtum rannsóknum framtíðarinnar vegna þess að það eru grunnrannsóknirnar sem að búa þær til þegar lengra líður. Þannig að við verðum að hafa frelsi til þess að fara og stundum í erindisleysu vegna þess að sumar rannsóknir heppnast ekki, frábærar hugmyndir kannski verða ekki að neinu en þær kannski verða það í 8. skiptið sko. Þannig að við verðum líka að hafa sko, þolinmæði, sveigjanleika og það sem er nú svo stórkostlegt við að starfa í háskóla að það er fólk sem að bara brennur fyrir sínum viðfangsefnum og leitar leiða til þess að koma því í verk og þolinmæðin sem ég hef séð hjá kollegum mínum sem eru bara fram að sko reyna að tryggja það að við getum verið hérna með mælingar okkar samfélagi til dæmis svo við getum verið samanburðarhæf við nágrannaríkin og alþjóðavísu og við höfum sambærileg gögn þróun samfélagsins til þess að við vitum hvaða breytinga við getum átt að vænta ef við erum yfirleitt aðeins seinni með þessar samfélagslegu breytingar eins og til dæmis varðandi innflytjendamál og vopnaburð og fleira. Þannig við getum lært og verið sko, að bregðast við því og fólk situr sveitt við að skrifa rannsóknarstyrkumsóknir vegna þess að við erum ekki með fjármagn í þetta sem er byggt inn í kerfið. Við erum með sko, lagari hagstofu upplýsingar heldur flest önnur lönd. Við erum þess ekki með neina stéttagreiningar, það er mjög erfitt það er miklu auðveldar að sjá samfélagsþróun í Svíþjóð heldur en þess hér. Já, einmitt. Allavega frá því sjónarhorni sem ég á. Já, einmitt. Lífslíkur eftir stéttum og þarfandi gottum, við safnum ekki eins og saman. Já, og þetta eru, þú veist, alls konar gögn sem að er í stórum alþjóðlegum rannsóknum sem að væri hægt að taka þátt í og fólk er að reyna að komast inn í og við erum svo sem á Írlandi til dæmis að þá bara stundum ekki tekið þátt vegna þess að það er ekki peningar en við búum svo vel að vera með mjög metnaðarfullt fólk hérna sem að sko, sækir fé og jafnvel fjármagnar á sínum eigin rannsóknarreikningum til að tryggja að við höfum þessi gögn og við getum unnið úr þeim. Þannig að við, þú veist, ef við værum betur fjármögnuð, þá held ég við getum gert sko ennþá betri hluti. En er ekki staðan þannig, Silja, að þótt að þú segir þetta, að þú getur komið með rannsóknir sem sína það rannsóknir borgið sig, háskólarannsóknir borgið sig, að þá eru samteknar ákvarðanir á svona grundvöllum það að auðvitað er það ekki þannig, auðvitað er það fólk sem starfar í einkafyrirtækjum sem er að taka réttu ákvarðanir og opinberir starfsmenn, þar eru peningarnir búnir til, opinberir starfsmenn sóa þeim, þar eru bara einhverju blýadarnagarar. Þú heyrir þetta bara sjónarmið sem er bara gegnum gangandi í fréttum og umræðu á Íslandi. Já, ég bara get auðvitað bara alls ekki tekið undir þetta og ef ég man rétt að þá er nú... Ekki undir að þetta sé ríkjandi í umræðinni? Já, nei, ég hef alveg heyrt þetta í umræðinni en ég get auðvitað ekki tekið undir þetta sjónarmið og aftur að þessar hugmyndir að hið opinbera sé kosti peninga eða þar sé ekki fólk að vinna. Ég meina, hefur fólk séð fréttir af heilbrigðiskerfinu, af menntakerfinu, að fólk sé ekki að vinna þarna inni og sé ekki að skapa verðmæti, er ekki það að skila börnum læsum og þau geta ekki svo kent börnum okkar að lesa. Það er sjónarmið þessa hópa sem eru svolítið ráðandi í samfélaginu og ráða viðskiptaráði, ráða SA, ráða mörgum stjórnmálaflokkum. En það sem er verið að tala með að lesa sér til gagns til dæmis, það er einmitt ekki, börn geta alveg lesið texta. Það sem er munur í þessum PISA-könnunum, allavega, þetta er nú út fyrir mitt rannsóknarsvið. Þetta verður útskipt margoft. Að það er að geta dreigið ályktanir og skilið, þú veist, hvað felst í textanum, ekki að geta ekki lesið orðana hljóðan. Þannig að þetta er það sem okkur vantar upp á og þetta er það sem að svona ný frjálshyggjuvæðingin hefur gert við menntun að mínu mati. Þannig að við þurfum að vera gagnrýnni, við þurfum að halda á lofti mikilvægi þess að mennta vel og að meta störf að verðleikum til þess að við fáum ekki bara gott fólk heldur líka bara góða umgjörð fyrir þessi störf
og það sko, ég held að ég muni rétt að hver króna sem sett í háskóla skili 8 krónum út í samfélagið. Þannig að þetta bara bull að það sé verðmæti sé ekki búin til. Verðmæti eru búin til með menntun. Og finnst þér að rektor eigi að vera svona þáttakandi í almenni umræðu til þess að benda á þetta? Já. Það er hluta ástæðan fyrir ég er að bjóða mig fram að það er til að taka þátt í þessar umræðu og halda því á lofti að Háskóli Íslands og aðrir háskólar á landinu eru bara hluti á grunn innviðum samfélagsins og við þurfum að fjármagna þá innviði rétt eins og við þurfum að fjármagna vegi og spítala og skólakerfið á öðrum stigum og þetta skiptir bara lykilmáli og gerir alltaf meira og meira eftir því sem að samfélagi tekur þessum stökkbreytingum, gervigreindina og fleira sem eru að koma inn, að við verðum að þjálfa fólki í gagnrýnni hugsun til þess að geti tekist á við áskorunni framtíðarinnar. Það rektor kosinn af stórum hópi fólks. Það er nú, ég veit ekki hvað ekki 13.000 nemendur og nokkur þúsund starfsmenn. 2.000 það bil sem þetta er stórt kjördæmi. Er það þannig að með því að rektor sé kosinn að hann hafi kannski, og líka því að það eru 2 umferðir, hann nýtur alltaf meiri hluta fylgis. Færa hann þar að lendi kannski svona ansi sterkt umboð til þess að taka þátt svona í almennu umræðu sé fulltrúi eða forustumaður þessa samfélags. Já, ég held að þetta er auðvitað svolítið áhugavert að velja stjórnanda svona, en ég líti einmitt á það við séum ekki eingöngu að velja stjórnanda, heldur einhvern sem vil þjóna þessu samfélagi og leggja sér þetta mörkum til þess að gera það betra. Og það sem að ég vil gera er einmitt að nýta það umboð til þess að virkja raddir annara og halda þeim á lofti. Þannig að við séum sameinað samfélag háskólans sem að getur þrýst á breytingar, varist upplýsingaóreiðunni, nýtt gervigreindina, tækifæri hennar og spórna gegn ógnunum sem henni fylgja vegna þess að þetta er tvíbent tól auðvitað. Og að bara halda á lofti aftur mikilvægi gagnrýnnar hugsunar og þarna eru áherslunar sem hafa verið svolítið upp á síðkastið eins og til dæmis áherslan á STEM-greinar sem eru gríðarlega mikilvægar og við þurfum að hafa fólk sem að hefur færni þar. En ef við kippum undan eins og við höfum verið að sjá í Bretlandi til dæmis, þar sem við verið að bara loka máladeildum, loka heimspekideildum, að þá bara vantar okkur tengingu. Og svo að sé art í þessu. Já, ég meina það er grunnurinn. Hættist það Íslendingar hefðu að held þetta væri bara listgreinarnar en ekki átt að segja þetta eru líka með annars máladeildu, tungumál og heimspeki og bara hvar væru við Íslendingar ef við værum ekki í tengingu við málið okkar og bókmenntir. Þetta er, það er lykilatriði að við verjum þessar deildir og þessar greinar og styrkjum enn frekar vegna þess að þetta eru greinarnar sem hjálpa okkur að takast á við allar áskoranirnar sem að koma með þessum nýju tækni framförum. En að því við minnir á þetta var svolítið verið að ræða þetta fyrir einhverjum árum síðan að við ættum að ekki áherslu á þetta og kannski er þetta ennþá ríkjandi. En þá fannst manni einmitt að þetta var enn eitt dæmi sem væri notað raunverulega bara til þess að grafa undan trú almennings að háskólasamfélagi var á réttri leið. Svona svipað og manni finnst umræðan grunnskólan oft vera. Að kannski megin ástæðan er kannski bara að strá efasemdum að núverandi kerfi sjáu fótur sínum forráð að það geti tekið réttar ákvarðanir. Því að ég myndi halda að háskólasamfélag væri lýðræðislega uppbyggt og það væri ákvarðanir stúdentanna hvaða nám þau myndu velja og hvað prófessorarnir hvað kjósið að sér rannsaka, það væri valdreift lýðræðislegt fyrirbrigði. En mér finnst þess að séu svona bara almennar efasemdir að slíkt kerfi geti fungerað. Að það verði eiginlega að segja því fyrir verkum því annars ef almenningu fer að ráða eða valdreitt samfélag að þá velur almenningu ránt sem passar ekki til söguna. Og það er sama sem gagnrýnin á bara venjulega skólakerfið og eitthvað fleira þannig að getur verið að segja bara svona djúpur pólitískur. Já, ég ætla ekki að fullyrða það sko. Ég veit að það er hættulegt fyrir frambjóðir til rektors að fara nálægt eitthvað sem getur verið flokkapólitík. Já, þetta er kannski þú veist, ég ætla ekki að segja að það sé djúpur ásetningur þetta en það er kannski vegna þess að þessar ákvarðanir eru líka valddreifðar, þú veist, það er valddreifing í þessu. Það eru batteri sem hafa tæki og tól til að setja fram sínar hugmyndir sem að hafa fjármagn til að dreifa þeim, hafa tíma til þess að hafa áhrif á stjórnvöld og móta þeirra hugmyndir
síðan eru alltaf einhverjir stjórnmálflokkar móttækilegri heldur en aðrir kannski fyrir þessum hugmyndum en þess vegna þarf líka háskólan að vera sterkur til þess að koma með önnur sjónarmið og þannig að þú veist og eitthvað hluti sameinaður og einbeittur eða ekki? Já, jú, og það nákvæmlega það sem ég myndi vilja sjá sko. Þú sagði 40% vanfjármagnur, ég veit ekki hvort að sé þannig að hann sé bara með 60% af því sem hann þarf eða hvort að þetta er 40% viðbótar. Þegar að stofnanir eða fyrirbrigði eru lengi undir svona vanfjármagnu þá birtist gallarnir. Það er á ólíkan hátt. Það getur verið bara skortur á fjárfestingu eða grotna niður húsnæði og svona eitthvað fleira. Það getur líka verið þannig að háskólinn bara borgar illa svona stóðgreinum og á erfitt með að halda fólki og hvernig myndur þú lýsa stöðun á háskólanum út frá þessari svona vanfjármagnu? Já, það er sko hvað hún birtist? Sko, starfsfólk við ættum að vera umtalsvert fleiri sem erum að sinna störfum. Við þurfum að færa gríðarlega sterk rök fyrir því að við þurfum að ráða í staðin fyrir hvern einstakling sem hættir. Jafnvel í mjög fámennum deildum, við kennum til dæmis í minni deild kennum opinbera stjórnsýslu. Ef starfsmaður hættir að þá er ekkert sjálfgefið að fá maður bæti í það. Þetta er menntun sem að fjöldin allur af bæði opinberu starfsmönnum og starfsfólki einkageiranum sækir sér til þess að geta bara skilið og hvernig hið opinbera starfar og lærir svona grunn í stjórnun og stefnumótun og greiningu og þess að þar. Þannig að við sitjum uppi með það að við þurfum að ráða stundakennara. Stundakennarar eru illa borgað, fá léleg laun og ekkert starfsöryggi. Þeir hafa ekki réttinda á vinnumarkaði. Þannig að við erum komin í svona, erum að hagnýta okkur vilja fólks til þess og velvild í raun og veru, fólks gagnvart háskólanum til þess. Síðan og svona væntingar að ef ég vinna á þessum skítarlaunum í 10 ár þá fæ ég kannski stöðu, þetta er náttúrulega næstu ómannskilegt. Já, og síðan ertu kannski einmitt að hamast við að kenna og ég var alveg í þessu hlutverki sjálf, það er alveg hluti af því hvers vegna ég vil stíga inn í þetta stjórnunarhlutverk og leiðtogahlutverk að ég veit hvernig það er að vera þeim megin við borðið og ég myndi vilja beita mér til að breyta því. Og síðan einmitt ákvarðanir teknar að útvista hlutum eins og ræstingum og við náttúrulega séð fréttir núna á síðustu vikum hvernig farið með fólki í slíku. Ég myndi vilja að fólki eins og var þegar ég byrjaði við háskólann. Það var fólki sem kom og hélt skrifstofun minni hreinn á Fallegri að það var samstarfsfólk mitt. Það var með mér á árshátíð, það notaði sömu kaffistofu. Þetta er bara eitthvað sem ég myndi vilja sjá taka tilbaka. Þannig að sko, bæði út frá starfsöryggi og virðingu en líka bara út frá félagsskap. Svona afsíðun samfélagsins. Já, eiginlega sko. Og þú veist, það er alls konar svona hlutir sem að má alveg gera og aftur þetta er bara hluti af breytingum sem hafa orðið í samfélaginu í heild en það eru opinberar stofnanir sem hafa haldið í það að ráða sitt starfsfólk til ræstinga til dæmis og við erum með umsjónarmenn fasteigna sem að halda svona meira utan harðari málin sko að það dettur eitthvað niður af vegg eða það þarf að skipta við rúðu eitthvað. Þannig að kallarnir eru hluti af starfsfólkinu. Kallarnir eru hluti af starfsfólkinu en reyndar eru mun fleiri kallar í ræstingunum hjá verktökunum því að það eru líka innflytjendur og það eru auðvitað önnur stéttskiptingi sem birtist okkur og annað misrétti. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að við sem samfélag sem að leggur upp úr gagnkvæmri virðingu og þáttöku fólks og einmitt á grundvelli jafningjastjórnunar og þess að við ættum að leitast við að hafa að þau sem að vinna í háskólanum ætti að vinna fyrir háskólan. Það er að þú nefnir stéttaskiptingu og svo innflytjendur. Þá er það nemendurnir. Og það er eiginlega hægt að tala tvennt af því að það er bara vitað að börn innflytjenda falla á námi og er eiginlega áður að koma til ykkar. Þannig að það er fallega út úr framhaldsskólanum og kannski erfitt að átta sig á því hvað háskólinn getur gert en það hlýtur að vera mikilvægt fyrir háskólann að fá ég veit ekki, það getur orðað með alls konar hætti fólk og bara allir genapúljunni og svona það bara til þess að halda heilbrigðu samfélagi og það sé líka lýðræðislegt samfélagi að háskólasamfélagi sé ekki bara hvítt samfélagi á meðan að samfélagi sem við lifum út sé hvernig allt öðruvísi. Hvað getur háskólann gert í þessu? Þetta er eitt af því sem ég legg greiðlega mikla áherslu á og hef sagt að sko eftir 5 ára ef að ég væri það sem ég myndi vilja sjá að það væri fjölbreyttari háskóli, nákvæmlega á þessum forsendum. Við erum með verkefni sem heitir Sprettur, sem er mentoraverkefni fyrir einmitt ungmenni með erlenda bakgrunn í framhaldsskólum.
til þess að grípa þau þar og styðja við þau. Við vitum að ungmenni sem að ekki hafa íslenskumælandi foreldri heima, þau eru líklegri til þess að flosna upp á námi vegna þau skortir hennar stuðning sem að börn sem eiga íslenskumælandi foreldri hafa frekar og auðvitað eiga þau það alls ekki öll og það kemur líka tekjur og annar bakgrunn foreldra auðvitað við sögu. Þetta eitt verkefni, ég myndi vilja sjá þetta miklu stærra og sterkara, þannig að við gætum haft áhrif, en þetta líka bara samtal, sko þá að háskólinn sjálfur sé ekki að gera þetta, þá þetta líka samtal við önnur skólastig, hvernig við grípum inn í, og þetta líka spurning sýnileika, að fólk sjáu, fólk sem lítur út eins og það í þessum störfum. Ég veit að sjálfa að ég kom inn í stjórnmálafræði SCORE þáverandi sem stundakennari fyrir 20 árum og þá voru ungar konur sem fóru í framhaldsnám sem sögðu bara, þær höfðu aldrei séð konu, það hefði engin kona kennt þeim, þannig að þeim datt ekki í hug að fara í framhaldsnám. Þannig að þetta eru líka skilabóð, þessi sjónrænu bara merkingabæru skilabóð sem hægt að koma á framfæri. Ég held að séu innflytjendur sem að segja fréttir sem ankorar í ríkisfjölmiðlum allra landi kringum okkur nema hér. Já, einmitt. Og það er ekkert langt síðan að við fórum að bara heyra raddir í ríkisútvarpinu, kannski sem að, og ég held að við séum ekki ennþá með innflytjenda og til dæmis Bylgjunni í frétta, en að heyra veðurfréttir og fréttir fluttar með smá hreim. Ég held að við höfum óbærslega gott af þessu. Við þurfum á því að halda til þess að stækka okkur eyrun svo að við heyrum hvað innflytjendur að segja. Og ég var á frábæri vinnustofu á jafnréttisdögum í háskólanum daginn einmitt hvernig við, þetta var vinnustofa sem hét ástarorðræða, love speech, sem þá viðnám við hatursorðræðu, hate speech. Og hvernig við getum einmitt leyft tungumálun að vera, við heyrum skrítið orð og hugsa býtum við, hvað er þetta? Og ég svolítið svona eins og bara að hlusta á færisku, sko, eða að lesa færisku, gömlu brandararnir með kroppatemjara og svona, við föttum alveg hvað þetta er, ef við gefum þessu eitt augnablik, sko. Já, við þurfum að æfa okkur. En við þurfum einmitt að æfa okkur í þessu. Ég held að Íslendingar sem að kannski að tala ensku, sem hafa ekki búið í enskumælandi löndum, ég held að þau hafi bara reynslu af því að það skilja því allir inn í London, en þú ert kannski komin í þrengri byggðir þar sem eru minni fjölbreytileiki, þá er bara allt í einu fólk byrjað að kvá, sko. Já, akkurat. Og háskólinn finnst mér að vera leiðandi í þessum breytingum að við þurfum að styrkja okkar starfsfólk, við þurfum að bjóða því betri stuðning við að ná tökum á íslensku og að nýta, núna er háskólinn með alveg risastórt prógram í íslensku sem öðru máli, íslensku sem erlent mál heiti það. En það geti ekki allir farið í 3 ára háskólanám til þess að ná tökum á íslensku, þannig að ég held að séu fleiri í þessu námi vegna þess að leið innflytjandi til þess að læra, það er svo lítið sem hún getur lært annars staðar. Við verðum kannski að segja að 10 væri að vera bara fluent, að þú getur eiginlega ekki lært nefnum upp á 3 annars staðar og þess vegna fer fólk í námi hjá ykkur bara til þess að geta tjá sig. Og nú er komið svona brúarnám 30 eininga í staðan fyrir alveg 180 eininga BA-próf, þannig að þú getur komið í styttra nám en þetta er líka eitthvað sem við þurfum að gæta að því að bara okkar erlenda starfsfólk hafi aðgangað, að það hafi tækifæri til þess að bæta við sig. En þau þurfum líka viðurkenna að sem fjölbreyttur vinnustaður og þá erum við líka að fá fólk sem kemur í doktorsnám, kemur sem nýdoktorar og ætlar bara að stoppa stutt. Og þá þurfum við líka að vera vinnustaður sem að þolir það þarf stundum að skipta yfir í annað tungumál og sína sveigjanleika gagnvart því. Og það getur verið flókið. Já, það er það. Að íslenska verði ekki sekundari í tungumál. Já, einmitt. Svo ég sletti nú. Já, akkurat, ég ætla að fara skjóta á þig. Þetta var, ég reyna að vera fyndin. En annað sambandi við stéttaskiptingu, það er lánasjóðurinn sem var stofnaður til þess að tryggja öllum aðgengi að námi og það var talið vera gríðarlega mikilvægt þjóðhagslegt mál. Nú er hann í vandræðum og hann á reyndar ekki í fjárhagslegum vandræðum því að hann á 30 milljarða bók sem er líklega merkið þess að það er minna tekið að lánum heldur að reikna það með. Og ástæðan er svo að þeir sem að þurfa lánum að halda sem að koma efnaminni heimilum, að þeir fá það lítið lán og ef það ætlar að húsnæði, þá fer bara all lánið í það með risa hjá félagsstofnun og þá verður að fara að vinna og þú vinnur á kvöldin á Subway eða smyrjaði samlokur eða eitthvað slíkt og það skerðir lánið þín, þannig að þú endar með því að þú komir í fulla vinnu. Við hliðina á einhver sem kemur að efna meiri heimili sem að getur verið í náminu sem fullri vinnu. Og þannig að þá erum við komin með kerfi sem er bara
sem mismunar. Já, sem að fólk bara 1970 og 1980 hefði bara hist hausinn yfir. En við erum stödd núna 2025. Já. Þetta Menntasjóðurinn, þessar breytingar sem voru gerðar á honum nýlega held ég að hafa verið mjög illa til fundnar. Ég fór málþing hjá stúdentum núna nýlega. Þau hefðu gert könnun meðal stúdentar voru að reyna sérstaklega að skoða stöðu foreldra í námi, í háskólanámi. En það er ekki hægt að sía fólk út úr úrtakinu út frá hvort eigi börn eða ekki, þannig að þetta náði til allra stúdenta og það voru 40% sem nýttu sér Menntasjóð sem að svöruðu. Hærra hlutfall meðal foreldra en 40% sem segir mér 60% er að vinna eða reiða sig einmitt á stuðning að heiman, þau sem að það geta. En langflestir mínir nemendur vinna eitthvað. Það að þau frítekjumarkið er allt og lágt, mánaðarframfærslan er allt og lág, þannig að þú þarft að vinna til að ná saman endum, sérstaklega ef þú býr sjálfstætt og leið og ferð að vinna þá bara ertu komin upp í frítekjumarkið á mjög stuttum tíma og þá skerast lánin og þá þarft að vinna meira. Þannig að þetta dregur úr helgun stúdenta, þetta dregur úr gæðum starfsumhverfis okkar, bæði starfsfólks og stúdenta. Þannig að það er gríðarlega mikilvægt hagsmunamál og ég skrifa nú stundar-pistil í síðustu viku einmitt það bara að hagsmunir stúdenta eru hagsmunir háskóla og það er eitthvað sem rektor sem ég myndi vilja bara starfa með stúdentum að í þeirra hagsmunabaráttu til að geta notið þess stuðning, svo þetta í samanburði við nágrannalönd okkar þar sem að stúdentar fá jafnvel styrki að þá eru við ennþá að útluta lánum. Og það er eitthvað sem að ég sjálf borga þennan 3% skatt og mun gera til æviloka fyrir það að hafa farið í langskólanám. Þannig að við þurfum að hugsa bara hvernig ætlum við að hvetja fólk vegna þess að við erum undir í alþjóðlegum samanburði í námsárangri. Það má alveg horfa á að segja bara hvað er ekki bara allir í háskóla en nei, við náum ekki að útskrifa fólk á sama tíma og nágrannlöndin okkar og við erum mjög lengi að ná vera samaburðarhæf. Og heldur þessi mikla vinna spili þar stórt? Já, ég held að hún gerir það og það var held ég að koma núna fram með, ég held að það sé komið inn í samráðsgáttina svona hugmyndir einhverjar breytingar, þar sem væri núna til dæmis 20% niðurfelling á námslánunum sem myndi þá vera á hverju misseri frekar heldur en í lok náms í heldina sem að ég held að sé mikið til bóta en það vantar inn í grunn framfærsluna þannig að þau geti allt í lagi að fólk vinni einu og eina helgi. Ég gerði sjálf ég vann mikið með mínu námi og maður reyndi auðvitað að láta það ekki koma niður á náminu sjálfu en að vinna aðra hvora helgi eða eitthvað þess áttar eiga aðeins auka vasapenning, allt í lagi. Það er oft orðið þrengra núna, vinna undir skúringarnar á hann eða ræstingarnar. Það voru margar konur sem að fóru gennum háskóla með að taka 2-3 stykki. Já, einmitt, ég gerði það sjálf, þá var það kannski gert það svona í hálfgerðu akkorði en nú er það bara ekki í boði. Nú ferðu fyrir sama peningi þarft að vinna líklega 3 sinnum lengra. Og svo var það ræddi líka við flugfreyjur og það er miklu minna það núna að konur fari í gegnum nám eða verið flugfreyjur, það voru mest konur á þessu tíma vegna þess að kjörin eru bara orðið miklu lagari. Og krafan bara viðveru allt árið þetta og þess að það Þannig að þetta er þörfin fyrir að lánasjóður virki er líklega meiri núna en var. Já, ég held það sem ég var að reyna. Já, og kjörinu þetta eru líka allt önnur við gerum nú mín kynslóð horfði öfundar augum aftur eina kynslóð þegar þetta voru vaxtalaus lán og síðan voru við komið verðtryggt og svo kom 1% álag á vextina og eitthvað svona en þetta er allt annað sem að stúdentar eiga við í dag og þetta er litið á sem enganleg lán á meðan að í sögunni var litið á þessi fjárfestingu samfélagsins. Og það sem að ég uppskan alltaf aðdáun á Íslandi þegar ég var að segja fólki frá þessu kerfi þegar ég var í mínu námi í Bandaríkjunum að hugmyndin var auðvitað að þú gætir farið í nám sem að væri ekki arðbært fyrir þig persónulega. Þú gætir farið í nám sem að væri með þú vissir að tekjurnar væru lágar vegna þú borgar alltaf bara þetta hlutfall tilbaka og vinir mínir út í Bandaríkjunum sem að voru á kerfunum þar sem að þurfti að byrja að borga bara 6 mánuðum eftir brautskráningu sama hvort þeir voru komnir með vinnu eða ekki og sama, alveg ekkert tillit tekið til þeirra ráðstöfunartekna eða neitt þess áttar. Þannig að það er allavega mín kynslóð
allavega hefur notið góðs á því þó ég borgi nokkrum prósentum stigum herri skattaheldur en líti á það sem ég borgi nokkrum prósentum stigum herri skattaheldur en þau sem ekki nýttu sér þessi tækifæri. Ein birtingarmynd þessa að sem að ég verið var við hérna þegar ég alltaf að fá fólk til að koma hingað í spjall að kom mér óvart fyrir nokkrum árum þegar ég átti mig á því að háskólastúdentar þeir hafa bara enga tíma. Nei, líklega því þeir eru í fullu námi og meira og minna fullri vinnu. Svo þetta náttúrulega fólk á barneignaaldri. Já, og nú fækka aðeins svona sérstaklega í grunnnáminu að þau séu með börn en auðvitað það en þá. Og ég fór að rifja aftur þegar mín kynslóð var í skóla og kannski kynslóðin á undan að þá var miklu meiri sveigjanleiki, þá gat fólk verið að stunda alls konar pólitíska starfsemi og gera alls konar hluti og það voru nægan tíma kannski fólk sem að kom inn, svona börnverkalýðsins sem að kom inn í svona menntaumhverfi sem var kannski gert ráð fyrir herri stéttir þar sem að fólk átti að vera að finna sjálfan sig og allt svona. Akkurat. En ég bara átta mig á því að fólk sem í dag í háskólanum hefur bara engan tíma til nokkuð skapað hlutur. Og það náttúrulega ekki, háskólinn ætti líka að vera svona opið samfélag þar sem er svona alvöru deigla, það ætti að vera eitthvað svona eftir svona verið í sjálfum sér að stúdentar hafi rúman tíma, eða ekki? Eða hvað? Jú, og það mitt, það kemur aftur bara að hagsmunir stúdenta eru hagsmunir háskólana, að þau hafi tíma til þess að vera í námi, að þau séu í skólanum ekki bara þegar það er kennsla í gangi, heldur einmitt sitja saman, séu saman að ræða og reyna að spyrja spurninga samfélagslegu viðfangsefni. Að ég núna náttúrulega búin að vera í þessu frambóði svona nokkurn veginn frá áramótum og það er ótrúlega gaman að koma inn í þessar deildir þar sem að stúdentar hafa jafnvel skólastofu til umráða svona fyrir sitt félagslíf, sitja saman, ég kom inn inn í skólastofu þar sem að stærðfræði, eðlisfræðinemar eru saman og þau standa þarna bara reiknandi og horfandi, skilur þú veist, en eru í bara virku samtali sitt fag og af ástríðu fyrir því sem er náttúrulega bara ótrúlega skemmtilegt að sjá. En svo sé ég, þú veist, eins og mína stúdendar sem hafa ekkert svona félagsrými í minni deild að þá eru þau svona, já, einmitt fara eitthvað heim, leita, þú veist, og þá detta út þau sem er ekki alveg kannski inn í innsta kjarna, þau missa af, það verður ekki þetta lifandi samtal, sko, þú veist ekki að þú getur bara labbað hingað inn og þar er hópur sem hefur áhuga á því sem að þú hefur áhuga á. Sem er mikilvægt þótt að þetta kannski síður mælanlegt. Já, einmitt. Herðu, Silja, þú eru svona áberandi í kvennabaráttunni, er ekki gott að segja það? Nú eru konur búin að taka yfir allt, það eru búin að taka yfir ríkisstjórnina. Komið tími til bara. Já, búin að taka yfir ríkisstjórnina og borgarstjórnina og kirkjuna og allt reyndar kall í Hæstarétt held ég. Og það er kall búin að vera í... Það eru nokkri kallar í Hæstarétt, en já, ég meina forsetið Hæstarétt. Já. Skiptir það máli að hvort kynið hvort að rektor sé kallað að kona? Ég held að það skiptir kannski ekki öllu máli, þú veist, hvort að það sé kallaða kona sem er rektor, en ég held að skiptir máli að öll kyn upplifa þau hafi aðgang að þessu starfi og þessu verkefni. Ég séð svolítið núna á samfélagsmiðlum að fólk er að segja bara það er bara síðustu vígin og eitthvað svona. Hvernig heldur að konum hafi liðið í árhundruð? Þetta er náttúrulega bara fáránlegt að setja þetta svona upp. Að ef að konur eru við völd í nokkur ár í helstu embættum, er það eitthvað sem að slær burt bara það kynja misrétti sem hefur verið ekki bara í okkar samfélagi heldur bara á alþjóða vísu og þetta tekur fólk eftir þessu vegna þess að þetta er óvenjulegt. Ef þetta verið hversdagslega, ef þetta gerðist reglulega, þá væri enginn að tala þetta. Það er bara svo einfalt. Þannig að ég get ekki tekið undir að það sé eitthvað áhyggjuefni að kannski 3 ára skeið að þar verði konur í helstu embættum samfélagsins. Ég heyri nú mest svona jákvætt þetta. Já. En svo er náttúrulega þetta sem þú ert að vitna í núna, maður heyri þetta svona, Jakob Bjarnar og félagar, það er svona töðu þessu. Þess verið ekki plássur okkur lengur. Nei, einmitt, þú veist. Við bara pakka saman og fara heim. Já, ég meina það kannski bara að einmitt að sækjast eftir verkefnunum og leggja sér fram við þau líka, sko. Þannig að ég bara hvet fólk til þess að sama hvaða kynni það er að setja taka þátt í öllum verkefnum og ég held að það sé mjög mikilvægt en við erum með því að starfa líka sem er sjálfboðaliði í formi Rauða krossins og í alþjóðahreyfingunni þá er núna í fyrsta skipti þetta er Rauði krossin á alþjóðavísu er þríhöfðaþurs það er sem sagt alþjóðasamband Rauða krossins sem að Íslands félagið er meðlimur í og það er alþjóðanemndin sem að vinnur á átakasvæðum og síðan er sem svona samstarfsnefnd og núna er í fyrsta skipti konur í forystu fyrir öll þessi verkefni
og þá var búið til svona lítill limmi sem að okkur var gefin á síðasta aðalfundi sem stendur á ekki blikka, ekki depla augunum, don't blink vegna þess að þetta ekkert að fara að vera viðvarandi ástand. Ég meina þetta verið tekið af ykkur? Nei, ekki tekið af okkur. Það bara eru kallar og konur sem skiptast á og þetta ekki einhver yfirtaka þó þetta gerist í nokkur ár, sko. Nei. Herðu, í lokin hérna segðu mér, Silja, af hverju ákastu að bjóða þig fram til rektors? Ég verið núna í 3 ár í háskólaráði og verið þar að kynnast svona innviðum háskólans. Ég kynntist fyrir nokkrum árum mjög áhugaverðu svona virðismatskerfi fyrir háskólastörf og þetta er ekki til hér en þá var svona hugmyndin við horfum svolítið á framgangin okkar hérna á Íslandi inn í akademíunni hérna þessi orð sem ég veit að mörg líka þekki ekki sko lektor, dósent, prófessor sem er framgangurinn okkar og prófessor þá ertu komin bara svona á lokastigið hérna situr þar oft síðustu 20-30 árin jafnvel en í þessu virðismatskerfi að þá var svona hugmynd að þegar þú ert orðinn prófessor þá átt að þjóna öllum háskólanum, ekki bara þínu þekkingasviði eða þinni deild eða sviði. Heldur átt að teygja þjónustuninu út og leitast við að láta gott að leiða á breiðari grundvelli. Og það var eiginlega á þeim forsendum sem ég bauð mig fram í háskólaráð á sínum tíma að mér langaði til þess að gera þetta og þar hef ég kynst bara starfinu svona innan frá rekstrinum og svona hlutum sem að ég held að svona ef maður er bara í sínu og eða sinni deild þá þekkir maður ekki til en það eru svona nokkri hlutir sem ég langar til þess að breyta og það er kannski sérstaklega gegnsæi að við vitum af hverju ákvarðanir eru teknar úti í samfélaginu. Mér langar að miðla meira inn í háskólasamfélagið, ekki eingöngu vera í forystunni út á við, heldur líka að taka þá umræðu og setja hana inn í samfélagið til þess að virkja samstöðu þau baráttumál sem ég tel að skipti máli eins og fjármögnunina og baráttu gegn upplýsingaóreiðu og fleira. Og ég held að ég geti gert þetta vel. Ég hef orðið ágætis reynslu af því að vera í forystu, ég hef auðvitað mikla reynslu af því að miðla minni þekkingu og rannsóknum og að vera þessi málsvari háskóla samfélagsins en líka vegna þess að minn bakgrunn kemur svona úr jafnréttisbaráttu og félagsstarfi að þá er ég líka vön því að leiða saman ólík sjónarmið og finna farsæla lausnir og ég held að það sé eitthvað sem við þurfum í þetta verkefni. Og til að vera réttu konuna í starfið. Já, réttu manneskjuna bara. Réttu manneskjuna. Herðu, takk fyrir að koma hingað og tala við okkur háskóla. Takk fyrir boðið og takk fyrir að sinna þessu áhuga. Já. Herðu, á morgun kemur hún Kolbrún Þótt Pálsdóttir og hún er síðasti frambjóðandi direktors sem við ræðum við. Þá verðum við búin að ræða við á alla 5 sem að búa hér og starfa á Íslandi. En framundan á rauðaborðinu er eitthvað allt annað. Við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag sem við erum í og það breytist, þannig að við erum aldrei búin. Næsti kafli er eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins.